hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Við ætlum að hefja þáttinn á því að forvitnast tónleikana á Fiskideginu mikla sem verða frumsýndir hér á stöðinni annað kvöld klukkan 8. Velkomin í sófann María og Stefán. Takk. Hvað segja, stendur mikið til? Þetta stærsta próduksjón stöðvarinnar, ekki satt? Jú, það alveg óhætt að segja það. Þetta mjög stórt verkefni. Já. Og þetta svona það sem að við getum og höfum verið mjög stolt af að leggja nafn okkar við og þetta bara mjög skemmtilegt verkefni og náttúrulega frábær útkoma. Já, og við vorum rosa heppin með veðrið. Erum við alltaf svona heppin með veðrið? Já, það? Það virðist vera. Bara einu sinni eitt árið rigndi allan fiskidaginn en stytt upp bara meðan tónleikunum stóð og svo byrjaði að rigna aftur þegar það var búið. Frábært, ég var þarna. Þetta var magískt, það var alveg logn. Svo ertu með Böggvisstaðafjallið á vinstri hönd, sjóinn á hægri og svo bara þessar sturluðu tónleikar. Já, þetta bara mikið sjónarspil. Og þessa fegur í fólkinu sem þarna. Tugir þúsunda á öllum aldri. Og allir að hegða sér. Yndislegt fólk. Og við erum að tala alveg bara fullt af myndavélum, dróni, krani. Þessi framleiðsla náttúrulega á tónleikunum sko, fyrir utan þetta frábæra sjó sem að Friðrik Góma setur á svið hana með öllum þessu tónlistafólki. Það var náttúrulega framleiðslan í kringum bara að taka þetta upp alveg gigatískt sko. Og með stærri skala heldur en kannski þekkist almennt sko á Íslandi sko. Ætli þetta séu stærstu tónleikar á landsbyggðinni, vitið þið það eitthvað? Já, klárlega á landsbyggðinni, já. Ég var einmitt að pæla í því sko, ég man ekki hvað mættu margir á Guns N' Roses svona. Laugardalsvelli, já. En hérna, ef þeir hefði ekki verið þá væri þetta líklega stærstu tónleikar ársins sko. Já, það. Já, ég haldið það sko. Löggan segir hvað? 30.000, já. 35.000. Það slatti. Já. Þetta nefnilega örugglega rosalega sniðugt bara sem markaðssetning fyrir Norðurland að bara fara að fljúga inn vélum hingað í kringum fiskidagstónleika, handverkshátíð og bara þetta ferðamennska nú. Já, taka túr hingað. Við laumum þessu að þeim sem að málið skilt. Og svo bara á morgun klukkan 8. Þá bara blásum við í lúðra hérna á stöðinni og sýnum þessa veislu. Já, við gerum það. Það bara, höfum gert það síðustu ár. Og þetta alveg 2 tímar eða hvað? Vitum við hvað eru langir? Ég held þessi rúmlega 2 tímar. Rúmlega 2 tímar. Já, og mörg sjónarhorn. Og ekki sko mörg lög á hvern flytjanda, þetta eru sko svo margir flytjendur. Alveg ótrúlega margir sko. Og leynigestur. Og leynigesturinn. Hefur nokkuð að segja frá því hvernig pínu vandræðilegt. Það var búið að vara okkur við. Ég var þarna með fjölskylduna. Ég yrði svo rosa sturlað eitthvað að komast út úr Dalvík aftur. Þannig að ég lagði af stað bara svona rétt áður við kláruðust. Já. Ég misti af leynigestinum. Þú var bara að bíða til kemur í sjónvarpinu. Þá heyrði ég í útvarpinu bara, ég að missa þessu. Já, þannig að við segjum bara, fólki að horfa. Þá sjáum við þetta annarkvöld. Það ekkert flókið að stilla á N4. Nei. Sjá þetta. Það bara í festýringunni. Það bara í festýringunni. Bara gott partí. Já, poppa og svo sýnum við aftur á Gamlaskvöld. Já, það á Gamlaskvöld. Það búið að skjóta upp flugvéldunum. Þá verður maður að koma inn og hafa eitthvað skemmtilegt að horfa á. Og þá það fiskidagstónleikarnir. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá tónleikunum á morgun í sjónvarpinu. Við ætlum að sjá brot, við ætlum að fá smá svona kitlu. Við ætlum að sjá hérna trailerinn frá tónleikunum. Takk fyrir komuna. Sömuleiðis. Bara frétta Dalvík fiskidagum að heyri ykkur! N4 frumsýnir fiskidagstónleikana 2018 í heild sinni fyrsta vetradag þann 27. október kl. 20:00. Á tónleikunum sem framfóru á Fiskideginum mikla í sumar komu fram margir af ástsælustu tónlistarmönnum landsins. Ekki missa af sannkallaðri tónlistarveislu á N4 vetradaginn 1. kl. 20:00 og á Gamlárskvöld kl. 12:30 hér á N4.